hvað trú? Þið kristið fólk? Ef þið eru kristinn, þá þið trúafólk. Og þá upplifið þið það að vera sigursæl. Það að segja að smakka, að upplifa lifandi trú. Trú ekkert annað en traust. Að treysta Guði fyrir því sem hann hefur lofað að gera fyrir ykkur. Og við ætlum að skoða frá blöðreikningarinnar í dag hvað felst í því í raun og veru að trúa og treysta Guði. Það segir í 11. kaflanum í Hebreabréfinu í 1. kafla: trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigir auðið að sjá. Fyrir hann, þessa trú, svona trú, fengu mennirnir fyrr á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hið sýnilega hefur ekki orðið til að því séð var. Hugsið ykkur bara þvílíkan texta Guð hefur gefið okkur þarna. Fyrst segir hann að trúin sannfæring, ekki efasemdir lofar Guðs, heldur sannfæring. Hann mun uppfylla. Og það var fyrir svoleiðis trú sem að mennirnir fyrr á tíðum fengu góðan vitnisburð. En svo segir þetta svo stórkostleg yfirlýsing hérna. Núna á þessu tíma þegar menn kenna að heimurinn hafi orðið til fyrir þróun í billjónir ára, en ekki bara á 6 vikum. Að sagan í Biblíunni það að Guð hafi talað og þá varð í jörðin allt í einu til. Sjáu þið bara, fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs. Ekki bara þessi heimur, heldur allir heimarnir í alheimi Guðs. Guð ætlast til þess að við treystum honum fyrir því að segja satt. Og svo segir að hið sýnilega, þetta sem áþreifanlegt og við göngum á eins og jörðin og gólfið og svo framvegis, allt þetta var til að því, var ekki til að því séð var. Guð þurfti ekki fyrirliggjandi efni. Það það sem hann að segja. Við skulum halda áfram að skoða hvað trú merkir. Í sama kafla, nema núna í 6. versi, þá segir: en án trúar ógerlegt að þóknast honum, það að segja Guði, því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því. Það er áhersluna, verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita. Umbuna gamalt orð yfir að launa. Guð mun launa þér trú þína þegar þú treystir honum. En heldur þú virkilega þegar þú treystir honum ekki? Sýnir það ekki í daglegu lífi þínu, í efnum og hegðun og svo framvegis, að hann sé eitthvað skuldbundinn að launa þér fyrir ótrúmennskuna? Ekki aldeilis. En hann samt sem áður trúr. Svo höldum við áfram þarna í 7. versinu í 11. kafla Hebreabréfsins. Þar segir: fyrir trú fékk Nóa bendingu það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Enn lögð áhersla á að Guð skapaði af engum. Það var ekkert fyrirliggjandi efni til staðar. Hann bara talaði og þá birtust hlutir. Og þess vegna Kristus var skaparinn þarna, minnst með þessa jörð. Hann kallaður orðið, af því að hann svo máttugur í máli, í tali sínu, að það verður eins og hann segir. Og svo heldur áfram þannig í 7. versinu að Nói, hann óttaðist Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Hvernig verðum við erfingjar að réttlæti Guðs? Af trúnni. Við lásum það þarna. Af trúnni. Að treysta Guði. Og Guð þráir að sjá stóran hóp af fólki, fullorðnum og yngri, körlum og konum, sem treysta honum. En ekki að verkjast í vafa. Skildi hann eða skildi hann ekki. Það ömurlegur vitnisburður Guði okkar og frelsara Jesú Kristi ef við efumst að hann efni fyrirheit sín. Og svo það í 8. versinu, þá segir: fyrir trú hlýddi Abraham
hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti ekki að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Við myndum nú vilja hafa einhverja fullvissu að það byði okkar hús á Norðurlandi ef að okkur verið sagt að fara þangað. Og ég minnist þess að þegar ég var sendur til Nígeríu ásamt fjölskyldu minni til þess að vinna að trúboðsstarfi þar í Nígeríu, þá var mér sagt, það búið að finna hús handa þér. Og við glöddumst. Þegar við komum á staðið, það var ekki búið að finna neitt hús. Menn sögðu ekki alveg satt, en þeir vildu að við kæmum. Nú við drifum í því að byggja hús og fleiri hús fyrir starfsmennina. Og það bara borgar sig vinir að treysta Guði. Guð gerði góða hluti þrátt fyrir allt, því að hann vildi heiðra trú þeirra sem héldu að væri komið hús til reiði handa okkur, og svo okkar trú að fara út í Kristniborg á þess að vita hvernig aðstæður væri. En Abraham, hann fékk góða vitnisburð fyrir það að leggja af stað, og þá voru engar flugferðir til boða eða faratæki, bílar eða neitt slíkt. Jú, hestar og kerrur, en það var labbað mest alla leiðina frá því það sem nú er Írak, Íran, alla leið norður fyrir Sýrland, það sem Tyrkland er nálægt, og svo söður á bóginn áttina það sem Jerúsalem er í dag. Hann treysti og hann fékk land til eignar. 13. versið í 11. kafla í Hebreabréfsins segir: allir þessi menn, og það eru ýmsir fleiri taldir sem ég hef ekki lesið hérna, þeir dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrir heitin. Þeir sáu þau álíka og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Þetta voru trúaðir einstaklingar, karlar og konur. Þeir treystu Guði og Guð blessaði það. Ég skora á ykkur vini, lærið að treysta Guði. Ég er hérna með mynd á tjaldinu af fagurri konu. Og þannig er söfnuður Guðs, fólkið Guðs lýst í Biblíunni, yndislega fögur kona sem þessi tákmynd er notuð einmitt vegna þess að söfnuðurinn hlýðir, er Guði trú. Og í Rómverjabréfinu í 12. kafla segir í 3. versi: fyrir þá náð sem mér er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa vel, heldur í réttu hófi. Hvernig þá? Að halda sig hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur úthlutað honum. Guð hefur gefið okkur öllum ákveðinn mæli trúar. Og það er yndislegt að upplifa handleiðslu Guðs í gegnum reynslur þar sem þú sérð ekki hvernig málin leysast, en þú treystir honum samt. Förum yfir í